Sælverði og verið velkomin í fyrsta myndbandið í forritinu MATLAB. Þetta eru myndbandaröð upp á bókinni, forritinu MATLAB, og ætlum við að skoða fyrsta undirkaflan saman. Fyrsti undirkaflinn heitir MATLAB í forritinu reiknivél og er svo svolítið lýsandi um það hvað þetta er því. MATLAB er vissulega mjög hentugur reiknivél sem við munum kynnast aðeins betur eftir en er líka forritunarmál. Þannig við getum gert. Hér er smá inngangurinn tvíundakerfi bita á bæði. Til þess að lesa þetta. En MATLAB er svokallað High Performance Language sem byggði á Fortran upphaflega en var svo endurforritað á 9. áratugnum í C. En MATLAB það er hraðvirkt forritunarmál og það er notað í ýmislegt, til dæmis bara almenna forritun, stærðfræði og þá sérstaklega línulega algebru, reiknirit, líkunarhermun og tölfræði úrvinnsla úr stórum gagnasöfnum. Og auðvitað margt fleira. Þetta er svona helstu atriði þessi. En MATLAB það er stytting á Matrix Laboratory og upprunalega forritað til þess að vinna með fylki og svona hugsa til þess og línulega algebru í tölfræði og svoleiðis. En í dag er þetta orðið bara sitt eigið forritunarmál og mjög öflugt og mikið notað og svoleiðis. MATLAB er eigu MathWorks og MathWorks er svona regluver heiti og þeir til þess eiga myndböndin sem hér er vísað í. Á heimasíðu MathWorks þá eru nokkur gagnvirk námskeið fyrir MATLAB. Bæði fyrir byrjendur og lengra komna og þar sem að HR kaupir leyfi á MATLAB þá fylgir með þetta. Og í fyrstu vikunum þá munum við vinna með OnRamp í þessu námskeið. Svona annar spjallkassi sem talar aðeins um talnaritun. Við notum punkta en ekki kommur til þess að tákna tugabrótið, til dæmis er algebrótið 1/10 skrifuð 0.1 en ekki 0,1. Og einnig ef við erum komið með tölur sem er stærri en 1000 þá notum við bil til þess aðgreina á milli, samkvæmt ISO-stöðlum. Fyrst að heimurinn er ósammála hvort þeir nota punkt eða kommu þá sagði ISO-stöðlinn jæja, notum þá eitthvað ekki það sama til þess aðgreina 1000-ina. En eins og hér er svona talað þetta er ekki skylda, en svona bil eða sleppa því er svona æskilegra til þess að sé alveg skýrt hvað er að meina. Og hér er bara bent á það, hérna getum við notað MATLAB online og hér er svona kostir þess að sækja MATLAB í tölvuna eða nota MATLAB á netinu, eða vafra. Í tölvunni þá þarf ekkert netsamband og er bara hraðvirkt í útreikningum og gengur þægilega fyrir sig, en ókostin er það þarf að setja upp og það tekur smá tíma og tekur líka mikið pláss. Og ef við viljum hafa þetta aðgengilegt í MATLAB online þá þurfum við að setja MATLAB Drive í tölvuna. En kostið þess að nota MATLAB á netinu, það þarf ekki að setja upp, tekur ekki pláss að þau getum byrjað bara strax. Og það er beintengt í MATLAB Drive sem ég hveti ykkur til þess að nota líka. Þá eru MATLAB skjölin ykkar alltaf upp í skíinu til að segja eitthvað kemur fyrir eða það er að vinna með öðrum. En ókostin er það alltaf netsamband og það er örlítið hæfur ykkar. En þeir sem eru bara með svona hæfilega tölur þá mælt með því sérstaklega bara hlaðið niður. En MATLAB það er uppfært 2 ári en við þurfum ekkert að uppfæra það sérstaklega. Tökum bara nýjustu útgáfuna. Og nú skulum við samt aðeins fjalla skjölun. Þegar hér er svona dæmi slóð eitthvað kannski, user, notandi og svo kannski eitthvað OneDrive mögulega. Það er bara documents eða eitthvað. Og svo HR hér haust forritinu MATLAB vika 1. Í dag ætla ég að vinna í möppunni hérna HR kennsla MATLAB haust 2024 og kafli 1. Þetta er upp úr kafli 1 sem við ætlum að tala hér um. Það sem við ætlum að skoða hérna í MATLAB. Og hérna er svona dæmi slóð og alveg svo hér þá sjáum við hérna, hér er breyturýmið og vinnurýmið eins og í bókinni hérna, breytugluginn, vinnumappan. Skipangluginn hérna niðri og ritillinn hér, en hér á mér er command-inn á hérna, skipangluginn, hann er alls þar hér. Þið getur opnað bara live script hérna og þá opnast editorinn eða ritillinn hér og command-inn á hérna niðri. Þið getur breytt þessu eins og viljið, hérna eða dragið bara til. Mér finnst oft fínt að hafa þetta bara hérna niðri hjá current folder. Það er ekkert mikið að skoða þetta og minnka þetta hérna. Hérna sjáum við möppurnar og hérna sjáum við breyturnar. Ég vil auðvitað hafa aðgang að þeim og geta séð þar, en mér finnst fínt líka bara að hafa command-inn og ritillinn minn hérna svona stóran og breiðan og fína. Ok. Bara svona að tala um þetta og bara svona þessi fyrstu skref hér. Og svo byrjum við að opna nýja skriftu. Það gerum við bara hérna að gera new
skrift, eða það ef þið eru home þá ítið bara nú skrift og þá er hann bara hér eins og ég gerði það. En byrjum bara með þess einu hér og svo talaðum við getum byrjað að gera eitthvað. Ef við segjum til þess A hérna saman sem 1 og B saman sem kannski 2 og C getur skrifað A plus B. Það er B hérna það sýttir þetta. Og tölum svo sem við eftir hvað þessi semikoma hérna en við skulum bara sleppin í bili. Það er bara skýrt. Svona bara alveg svo í bókinni. A saman sem 1, B saman sem 2 og C saman sem A plus B. Svo getið þið ítt hérna save eða bara Ctrl S og vist þetta hér. Og þetta var bara fyrsta skriftan til dæmis. Save. Og þá sjáum við hérna að MATLAB skráin birtist hér með MATLAB skriftan. Og það sem sjáum hér er þetta skjal hérna og það er í þessari slóð hér. Þannig að þið farið í tölvun ykkar og getið fundið þetta hér undir. Og þá sjáum við hérna, svipað hérna. Og ef þið finnið editor aftur og getið að run hérna, en við erum með editor uppi, þannig að við getið að run og getum við keyrt. Og sjáum við hérna í skipanarglögguna birtist niðurstöðunar. Þannig að hérna A1, B2 og C verður 3. Því A er 1, B2 og C er það 1 plus 2 eða 3. Og líka hægt að gera run section, en við notum ekki mikið section í þessu, en við getum aðgreint á milli með prósentumörkum. En til að byrja með það þurfum við ekki að gera því, þannig að á meðan að það er ekki upp og skipt upp með 2 prósentumörkum, þá gerir þetta run section og run það sama. Og þá er líka hægt að gera bara Ctrl Enter og þá keyrist skráin. Svo þetta kemur fyrir aftur hérna. A, B, C og svo A, B, C. Þið gerir aftur, A, B, C, þið gerir aftur. Þið íta á run section. Og svo þriðja skiptið hérna. Þið gerir Ctrl Enter. En Ctrl Enter gerir run section. Mjög þægilegt að maður skrifa, svo bara gerir maður með lyklaborðinu. Svona lítið skipun. En, ok, og svo þess að þetta er allt svona saman og það getum við gert með að gera hérna format compact ef við viljum. Svo ef við keyrum þetta aftur, sjáum við að kemur svona aðeins hendura, en hitt er með meira handrými sem er líka bara fínt. Hvort hefur sína kosti, þegar við bara ráða hvort þið gerið. En nú skulum við fjalla nokkra gagnagerðir, en í MATLAB eru nokkra gagnagerðir og við munum ekki tala þar allar, sérlega innan í fyrsta og tölum við bara þessar helstu. En flestar gagnagerðina geta verið einhvers konar fylki eða svona hólf af tölum og það getur verið með logical breytur eða rökbreytur eins og tölum við þar, eða strengi og karaktera eða stafi og þetta hvort tveggja eru svo kallar textabreytur, það sé að gera okkur kleift að hafa texta inn í forritunarmálinu sem breytur og svo numeric, það er bara einhvers konar tölur. Hér er búið að flokka tölurnar niður, við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af því en það sem við notum mest er hérna doppul, það er hakað hérna við þetta neðar. En þetta single, þetta int og u-int, við skulum ekkert að áhyggjur því en það er oft, ef maður er komin svolítið lengra þá hefur maður meiri áhuga á stjórn eða hvers konar tala við erum að vinna með eða hvers konar tölur við vinnum með en við þurfum ekkert að áhyggjur því að öllu óbreyttu þá eru tölurnar okkar doppultölur. Svo getur við töflur, það sé það er einhvers konar haus á töflunni og svo dálkar vinnur. Svo er það sem heitir cell á ensku, svo kallum hólafylki og struct sem við kallum kvíslbreytur. Og svo er eitthvað sem getur ekki verið einhvers konar fylki, það eru svona function handle heitir það. Við höfum eiginlega oftast kallað þetta bara hulduföll á íslensku. Þetta er svona möguleiki til þess að vinna með föll. Skoðum það nánast síðar. En við förum ekki sérstaklega í þessari bók og heldur ekki sérstaklega töflunar. Byrjum að skoða þessar 3 hér og doppulbreytur og svo cell og struct í síðari köflum í bókinni. Og hérna talaðum að það sé hakað við þessum skoðum sem er það sem ég var að tala um áðan. Og svo er bara, svo við talaðum hérna bara, vinsælt hafið MATLAB opið þegar þið lesið við textan og eða horfið þetta myndband og prófið að gera það sama og ég eða það sem er sýnt hérna. Skrifa bara í skipunargluggann eitthvað hérna, það sem við ætlum að prófa eða í skriftuna eftir sem við á, bara fikta saman.
hann kemst með langt best áfram. En skoðum aðeins rökbreytur. Rökbreytur þær taka nákvæmlega bara 2 gildi, satt eða ósatt, eða true og false. Og köllum við rökgildi eða hafa eitthvað svona sanngildi er rökgildi. Og eins og hér bara, þannig að hér spurt 1 sama sem 4. Þannig að hér spurningin 1 það sama 4 og hérna stendur logical 0, þannig að svarið nei, 1 ekki sama 4. Hér spurt 1 það minna á 4, það satt. True? Já. Þannig að ef við flyktum að síða þessu, getum gert þetta clear, þá hverfur hérna úr breytutrínu okkar og sé til þess að klára hérna. Og fyrst við erum ekkert að vera með skriftuna, þá getum við fært henni upp og unnið það sér. Sett hérna 1 það sama og 4? Nei. Svo þá getum við hérna rök 1. Það er þegar við getum búið til breytur, tölum við það reyndar í næsta kafla, en getum sé hérna, við getum að vista þetta, þessar niðurstöður 1 það sama 4 í þetta nafnina rök 1, en það er ennþá ósatt. En við getum líka spurt 1 sama eða minna á 4 og það er rétt af því 1 annarkvort minna eða jafnt á 4. En til dæmis 4, það ekki minna en 4. En 4 minna eða jafnt á 4. Svona getum við skoðað fullt þetta og þetta svari spurningum þetta satt eða ósatt. Og það sem að breyturnar vinna með fyrst og fremst true, þannig að true satt. Þess vegna getum við satt sá sem true. Og það allt í litlu stöðum, en við getum prófað hvað við gerum stórt T á stingur upp og verðum að tala true, þetta ekki til hérna, þannig að spyr, menn allir ástöðum. Já. Svo getum við líka að prófa allt í hástöðum og það kemur bara það sama, þetta ekki til, en það tala bara þetta. Já, hittan þetta. Og svo skulum við aðeins skoða strengi og stafi. En hér eru stafabreytur. Það afmarkast af einföldum gæsalöppum, en strengirnir afmarkast af tvöföldum gæsalöppum. Og ef við tölum aðeins meira það, reynsast þetta allt. Ef við gerum stóra gæsalöpp, skoðum hérna, halló heimur, heimir, kemur hérna svona halló heimir. Svo með einföldu segja hérna halló Harry. Með einföldu kemur svona. Svo getum við ítt á hús eins og sýnt og sjá hérna, þetta car og rökar 1. En það car, en hvað var að menna hér? Nú, að óbreyttu alltaf til breytu sem heitir ans hérna og setur svarið inn í það. Ansver, stytting af því. En við getum líka búið stýrt þessu sjálf og sagt þessu stafir. Alltaf stafabreyta og segja halló Harry. Og þá gerum við aftur hérna hús og þá séu stafir koma henni car. Og þetta sér 1 sinnum 11, þetta 11 stafir. Við getum talað hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. En svo hins vegar aftur á móti ef við prófum að gera hérna strengir saman sem halló heimir. Og gerum aftur hús hérna. Þá séum við hérna stendur string, en þetta 1 stringur en hins vegar tekur upp heilmikið pláss. Strengirnir taka svolítið mikið pláss. Skulum ekki fjalla mikið meira það hér, en skoðum svona hagnýtinguna og hvoru tvekja síðar beint. En svona almennt í því sem við erum að gera þá þetta jafnt eða nota bara víxl í MATLAB. Og svo númerik, bara tvínákvæm tala og það bara eins og við vorum að skoða áðan. Bara a saman sem 1, en a verður þá doppeltala óbreytt nefnum við tökum sérstaklega fram, en við skulum ekki gera það. Ef við gerum clear þá eyðum við öllum breytunum. Skulum bara gera það í bili til þess að hreinsa. CLC og brómatur a saman sem 5,9, b saman sem 1 og svo skoðum við hérna hús. Þetta eru hvort tvekja doppeltölur sem taka 8 bæti af plássi. Eins og segi óbreyttur allar tölurnar sem við vinnum með á þessu tagi og svo bara tekið fram hérna við getum sett nokkra breytur saman, afmarkað þau hotklófa og skýrt einu nafni. Eins og núna sé hérna A með stórum staf. Það sem er bak við það þessar 3 tölur hérna.
Þetta er í raun og veru vegur sem við skoðum í næsta kafla, það er að segja kafla 2. Þannig að þessi líkur hér og hvetja ykkur endur til þess að fikta. Hérna getið skoða líka 4 í öðru og pi. Pi er til 3,1415 sem er námast við 6 að því næst kemur 9. Þannig að við skulum láta þessi myndbandi ljúka hér. Takk fyrir.